Kærar þakkir fyrir þetta, Hrönn. Hvað? Það er mús. Já. Lagður vegur er létt farnastur, heitir erindi Jarþrúðar Ólafsdóttur, sem þið sjáið á dagskráni. Jarþrúður er kennsluráðgjafi í Múlaþingi og því miður þá er hún bara veðurteppt fyrir austan. Þannig að það kemur í minn hlut að flytja ykkur erindi sem hún sendi bara í dag. Ég náði ekki að æfa mig fyrir fram að spegilin eins og ég kenni börnunum þannig að þið verði bara að hlusta og ég vona að ég geri þetta bara sem allra best. Erindið heitir, eins og ég sagði, lagður vegur er létt farnastur. Forseti Íslands, formaður radda, elsku Ingibjörg Einarsdóttir og aðrir málþingsgestir. Ég kynntist stóru upplestrarkeppninni fyrir rúmlega 2 áratugum, þá umsjónarkennari 7. bekkjar Fellaskóla í Héraði. Í bekknum voru 12 dásamlegir krakkar sem tóku að sjálfsögðu allir þátt í keppninni. Farið var að einu og öllu eftir handbókinni góðu sem þetta öndvegis fólk í röddum gaf út fyrir skólana og auðvelt var að fylgja í alla staði. Stóra upplestrarkeppnin hófst á degi íslenskrar tungu að sjálfsögðu með hátíð á sal skólans þar sem fram fór upplestur og flutt voru tónlistaratriði í boði tónlistarskólans okkar þá. Þjálfun stóð svo yfir fram í mars eða þar til héraðshátíðar voru haldnar. Okkar héraðshátíð þá var haldin í menntaskólanum á Egilsstöðum og var afar hátíðleg. Nemendur mínir 2 sem þar kepptu stóðu sig frábærlega vel og urðu í 2 efstu sætunum. Í skólanum mínum Fellaskóla var þessi fyrsti vetur stóru upplestrarkeppninnar síðan fyrirmynd að framhaldi hennar næstu árin. Árið 2006 skipti ég starfsvettvang og tók til starfa hjá skólaskrifstofu Austurlands og var þá falið það verkefni að vera tengiliður skrifstofunar við raddir og halda utan stóru upplestrarkeppnina á Austurlandi. Það hefur alla tíð verið skemmtilegt verkefni og ekki síst að vera í sambandi við núverandi formann radda, Ingibjörgu Einarsdóttur, en á síðasta ári var skólaskrifstofa Austurlands lögð niður og starfsemi hennar flutt til sveitarfélaganna 2, Fjarðabyggðar og Múlaþings. Á sama tíma tilkynntu raddir að stóra upplestrarkeppnin hefði slitið barnsskónum og nú væri það á höndum skóla og sveitarfélaga að halda henni á lífi. Sem betur fer ríkti mikill einhugur það að halda verkefninu áfram í báðum sveitarfélögunum og eftir að hafa ráðfært mig við fræðslustjórana Þórodd Helgason í Fjarðabyggð og Helgu Guðmundsdóttur í Múlaþingi var ákveðið að við myndum vinna áfram að þessu frábæra verkefni sem ætlað að fá nemendur til að leggja rækt við móðurmálið, vanda upplestur og framburð og lesa sjálfum sér og öðrum til ánægju. En þáttaka í stóru upplestrarkeppninni styrkir einnig sjálfsmynd nemenda og eykur virðingu þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum. Skólafólk var sem sé tilbúið að halda verkefninu áfram og eftir samræðu við fræðslustjórana var ákveðið að eiga samstarf verkefnið og var mér falið að halda utan það síðastliðinn vetur. Fyrirgefðu, aðeins að væta hverfana. Satt best að segja varð ekki mikil breyting á fyrirkomulagi stóru upplestrarkeppninnar sem nú heitir hjá okkur stóra upplestrarkeppnin á Austurlandi. Það einfaldaði okkur að taka við verkefninu að fyrirkomulag þess var í raun orðinn fastur í skólastarfinu í öllum grunnskólunum okkar.
Stóra upplestrarkeppnin á Austurlandi hófst sem fyrr í skólunum á degi íslenskrar tungu þann 16. nóvember og sem fyrr höfðu skólarnir sinn háttinn á þegar verkefnið hófst með upplestri á sal eða í bekkjum. Tölvupóstar til umsjónarmannanna með verkefninu í hverjum skóla voru sendir út á svipuðum tíma og venjulega til að minna á keppnina og hvetja þá áfram í starfinu og til að láta vita hvenær skólahátíðir og lokahátíðir færi fram. Hve margir þátttakendur frá hverjum skóla ættu rétt á að koma á lokahátíðirnar og svo auðvitað lesefnið sem lesa átti á lokahátíðunum. Lesefni var prentað út og búið í bæklinga eins og áður og sent út í skólana sem fyrr. Við völdum lesefni eftir Guðrúnu Helgadóttur og Anton Helga Jónsson úr eldra lesefni stóru upplestrarkeppninnar frá 2015. Fræðslustjóri Fjarðabyggðar tók að sér að láta gera veggspjald til að senda út fyrir dag íslenskrar tungu vegna keppninnar og viðurkenningaskjöl í sömu mynd. Var það litskrúðugt og fallegt en ætlast til að það yrði prentað út í skólunum og hengt upp. Lokahátíðir fóru báðar vel fram en hátíð skólanna á norðursvæði Múlaþings og Vopnafjarðar var haldin í Egilsstaðaskóla og hátíð suðursvæðisins Fjarðabyggðar í safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju í lok mars. Þátttakendur hlutu sem fyrr viðurkenningaskjöl og rósir fyrir þátttökuna og fyrstu 3 sætin peningaverðlaun. Í Fjarðabyggð fengu þátttakendur auk þess bækur að gjöf eftir austfirskan höfund. Að sjálfsögðu var Guðrúnar Helgadóttur minnst sérstaklega þar sem hún féll frá 23. mars, einmitt þann dag sem lokahátíðin var haldin í Múlaþingi. Helga Guðmundsdóttir, þáverandi fræðslustjóri Múlaþings, flutti ávarp á hátíðinni og sagði frá skemmtilegum minningum sínum frá Hafnarfirði þar sem Guðrún kom við sögu. Var eitthvað erfitt við utanumhald með verkefninu í vetur, spyr hún. Í raun og veru ekki, því lagður vegur er létt farnastur. Haldið var í hefðir sem skapast höfðu undanfarna 2 áratugi. Eiginlega var stærsta áskorunin sú að hafa til lesefni við hæfi, en sú einfalda lausn var valin í þetta sinn að sækja í þann sjóð sem þegar er til af ágætu lesefni og lögð hefur verið vinna í að færa í búning sem hæfir keppninni. Við sem höldum utan stóru upplestrarkeppnina á Austurlandi erum sammála að mikilvægt sé að menntamálayfirvöld taki að sér það verkefni að velja og útbúa lesefni fyrir lokahátíðir í framtíðinni, þannig að aðgengi að nýju áhugaverðu lesefni fyrir keppendur verði í boði fyrir börn landsins í keppninni. Það myndi styðja virkilega við að stóra upplestrarkeppnin lifi áfram. Öll góð þróunarverkefni í skólastarfi eiga það sameiginlegt að þau verða með tímanum fasti í skólastarfinu vegna þess að þau eru gagnleg, ferlið skýrt og þau hafa gott utanumhald. Stóra upplestrarkeppnin er dæmi farsælt og gott þróunarverkefni sem áfram lifa svo framarlega sem tryggt er að einhver sjái stjórnun verkefnisins hvort heldur er á landsvísu eða heima í héraði. Að lokum vil ég þakka félögum í Röddum fyrir alla þá miklu vinnu sem þeir hafa lagt í þetta umtalsverða verkefni og fyrir samstarfi þessa 2 áratugi. Ekki síst þeim sem komið hafa austur og sinnt yfirdómarastörfum á héraðshátíðunum okkar. Margir þeirra eiga eflaust minningar ferðalög yfir Fagradal með mér í misjöfnum veðrum miðjan mars. Megi stóra upplestrarkeppnin lifa áfram, öflug og flott.